Þá set ég fundi í bæjarstjórn. Þetta fundur númer 3583 og fyrir okkur liggur dagskrá í 6 liðum. Bæjarfulltrúi Janna Salóme Ingibjargar Jósefsdóttir Vaflista forfölluð og varamaður hennar einnig. Annar varamaður Ásrún Ýr Gestsdóttir tekur því sæti á fundinum og þá situr fyrsti varamaður L-lista Preben Jón Pétursson fundin í forföllum bæjarfulltrúa Óðinssonar. En fyrsti liður í dagskrá snýr að málefnasamningi Sjálfstæðisflokks, L-lista og Framsóknar meirihluta samstarf kjörtímabilið 2026 til 2030. Hann lagður fram til kynningar og til máls tekur bæjarfulltrúi Berglind Ósk Guðmundsdóttir. Forseti bæjarstjórnar, ágætu bæjarfulltrúar. Í dag kynni ég fyrir hönd nýs meirihluta málefnasamning Sjálfstæðisflokks, L-lista og Framsóknar fyrir kjörtímabilið 2026 til 2030 sem undirritaður var 21. maí síðastliðinn. Þessi samningur, svo tæknilegir örðuleikar hérna í sal. Þessi samningur afrakstur góðs samstarfsþyggja flokka sem sameinast skýra sýn fyrir Akureyrarbæ. Við fundum það strax á fyrstu fundum okkar að mikill samhljómur meðal okkar málefnin og framtíðarsýn fyrir Akureyri. Við viljum byggja þeim styrkleikum sem bæjarfélagið hefur skapað sér og leið bregðast við þeim áskorunum sem fylgja vaxandi samfélagi. Samningurinn settur upp í punktaformi með þeim verkefnum sem við ætlum að ráðast í. Hann auðlesinn og þannig hægt að veita verkefninum góða eftirfylgni og aðhald. Yfirskrift málefnasamningsins og rauði þráður hans framtíð, atvinna og velferð. Þessi 3 orð lýsa vel því sem við teljum skipta mestu á næstu árum. Við trúum því að öflug velferð byggist á sterkri verðmætasköpun. Við trúum því að sveitarfélagið geti ekki bætt þjónustu nema það sýni ábyrgð í rekstri. Og við trúum því að við eigum að hafa hér metnaðarfulla framtíðarsýn sem birtist í raunverulegum verkefnum sem bæta líf fólks. Fyrsta áherslan í samningnum þjónusta, atvinnulíf og fjárhagur sveitarfélagsins. Við ætlum að setja atvinnumál í öndvegi. Við ætlum að styðja við frumkvöðla og nýsköpun, halda áfram að efla millilandaflug Akureyrarvöll og styrkja samstarf bæjarins við atvinnulífið. Við ætlum að efla reglulega samtöl við fyrirtæki og íbúa og tryggja rödd atvinnulífsins heyrist skýrar við ákvarðanatöku. Á sama tíma ætlum við að sýna ábyrgð í rekstri. Við ætlum að vinna eftir agaðri fjármálastefnu, sýna aðhald í útgjöldum, bæta stafræna þjónustu og nýta gervigreind þar sem hún getur aukið skilvirkni og bætt þjónustu. Meginverkefni nýs meirihluta ekki að eyða meira fé til að ná meiri árangri fyrir það fé sem bæjarfélagið leggja til. Þar liggur kjarninn í ábyrgri fjármálastjórn. Eitt stærsta hagsmunamál heimila og fyrirtækja að ná niður verðbólgu og vöxtum. Það fjölmargt sem hægt að gera og höfum við þegar tekið fyrstu skrefin í því að leggja okkar á mörkum og senda út skýr skilaboð. Önnur megin áhersla samningsins að undirbúa Akureyrarbæ fyrir áframhaldandi vöxt. Á kjörtímabilinu þarf að vinna fyrir Akureyrarbæ nýtt og metnaðarfullt aðalskipulag sem horfir til næstu áratuga. En á meðan unnin framtíðarsýn verðum við að bregðast við mikilli þörf og fjölga atvinnu og iðnaðarlóðum. Við ætlum líka að styðja við uppbyggingu hagkvæms húsnæðis fyrir ungt fólk og tekjulægri hópa og tryggja fjölbreyttara húsnæðisframboð. Við munum einnig endurskoða fyrirkomulag á gjöldum og nýbyggingar með það að markmiði að auðvelda uppbyggingu og stuðla að lægra húsnæðisverði. Við ætlum að bæta aðgengi að miðbænum, bæta skipulag bílastæðamála og vinna framtíðarsýn fyrir hafnarsvæðin okkar. Þetta verkefni sem snúast ekki eingöngu skipulag, heldur samkeppnishæfni bæjarins til framtíðar. Við leggjum einnig áherslu á umhverfi og samgöngur, en í fallega bænum okkar þarf að huga að umferðaröryggi, sérkenni eldri byggðar, tryggja samgöngur virki og efla fjölbreyttari lausnir og faramáta innanbæjar. En við teljum líka bærin okkar að vera áfram skemmtilegur bær til að búa í. Þá skiptir máli að miðbærinn sé aðgengilegur, aðlaðandi og blómstri af lífi. Skemmtilegur bær líka liður í því að efla samkeppnishæfni okkar. Menning og listir spila þar mikilvægan þátt í lifandi samfélagi. Við ætlum að efla lífsgæði íbúa Akureyrarbæjar. Við ætlum einnig að styrkja íþrótta- og tómstundastarf með nýrri framtíðarsýn fyrir uppbyggingu íþróttamannvirkja.
Við ætlum að auka frístundastyrkin, bæta aðgengi barna með fötlun að íþróttum og tómstöndum og halda áfram uppbyggingu íþróttamannvirkja bæði á Káasvæðinu og Þórssvæðinu. Við leggjum sömuleiðis sérstaka áherslu á lífsgæði eldri borgara. Við viljum fjölga tækifærum til virkrar þátttöku, skipuleggja lóðir fyrir lífsgæðikjarna og 60 ára plus íbúðir, bæta og samþætta þjónustu og tryggja eldri borgara geti búið sem lengst við góð lífsgæði. Við viljum að Akureyri sé áfram einn besti staður landsins til að ala upp börn og því setjum við fram kafla velferð barna. Þá leggjum við áherslu á aukingæði náms í grunnskólum, bætta stoðþjónustu, öflugra foreldrasamstarf og áframhaldið þróun leikskólastarfs. Við ætlum að koma betur til móts við foreldra á meðan við höldum áfram að vinna því að brúa bilið á milli fæðingarorlofs og leikskóla, fylgja farsæld barna eftir í framkvæmd og halda áfram uppbyggingu mikilvægra skólamannvirkja, meðal annars við Glerárskóla, Síðuskóla, Lundarskóla og Lundarsill. Við ætlum jafnframt að halda áfram uppbyggingu hindrunarlauss samfélags þar sem allir geta tekið þátt óháð aðstæðum. Miklu máli skiptir að bæta þjónustu við viðkoma hópa, tryggja framtíðarsýn fyrir Brekkukot og Skógalund og byggja áfram upp fjölbreytt búsetuúrræði. Loks leggjum við mikla áherslu á stöðu Akureyrar sem höfuðstað Norðurlands og hlutverk okkar sem svæðisborgar verðum við að lyfta upp. Við ætlum að stórefla hagsmunagæsluna. Við ætlum að standa vörð með heilbrigðisþjónustu, menntun og samgöngur. Við ætlum að berjast fyrir stækkun verkmenntaskólans, taka þátt í að efla háskólasamfélagi Akureyri og sækja stuðning í öflugt menningarstarf sem þjónar öllum landshlutanum. Fyrst og fremst ætlum við að tryggja að rödd okkar heyrist skýrt þegar ákvarðanir eru teknar á landsvísu. Þessi samningur sem við kynnum hér í dag er ekki loforð að allt verði gert á fyrsta ári kjörtímabilsins. Samningurinn heldur auðvitað ekki tæmandi listi af þeim verkefnum og þeim fjölmörgu og fjölbreyttu verkefnum sem við ætlum að sinna af ábyrgð og festu á kjörtímabilinu. Málefnasamningurinn á hins vegar að marka stefnu en hann kemur auðvitað ekki í stað áætlanagerða. Næsta verkefni meirihlutans verður að útfæra markmið og mælikvarða fyrir helstu verkefni samningsins svo hægt verður að fylgjast með árangri. Það verður gert áfram í starfsáætlunum, fjárhagsáætlunum og með reglulegri eftirfylgni við samninginn. Við viljum að hægt verði að meta árangurinn á kjörtímabilinu. Málefnasamningurinn sem við ræðum hér í dag er skýr yfirlýsing þá stefnu sem við ætlum að fylgja. Við ætlum að reka bæinn af ábyrgð, við ætlum að skapa skilyrði til verðmætasköpunar og við ætlum að styrkja þjónustu við íbúa. Við viljum að árið 2030 verði Akureyri enn sterkari sem svæðisborg Norðurlands, samfélag sem laðar að sér fólk, fyrirtæki og tækifæri. Samfélag þar sem fjölskyldur finna húsnæði, ungt fólk sér framtíða möguleika, fyrirtæki geta vaxið og eldri borgarar notið góðra lífsgæða. Sú sýn liggur að baki þeim verkefnum sem við leggjum fram í samningnum. Ég hlakka til samstarfsins við alla bæjarfulltrúana á komandi kjörtímabili. Okkur kann vissulega að greina á einstök mál. En ég er sannfærð að við öll eitt sameiginlegt markmið. Það er að gera Akureyrarbæ að enn betri stað til að búa, starfa og njóta lífsins. Ég vona að samstarfið okkar verði málefnilegt, farsælt og byggt á gagnkvæmri virðingu bæjarfélaginu okkar til heilla. Takk. Þá hefur bæjarfulltrúi Berglind Ósk Guðmundsdóttir lokið máli sínu. Orðið er laust ef einhver óskar að taka til máls. Já, þá til máls tekur bæjarfulltrúi Sindri S. Kristjánsson. Virðulegi forseti bæjarstjórnar og góðir bæjarfulltrúar. Mér langar að byrja á því að þakka bæjarstjóra Berglindi Ósk Guðmundsdóttur fyrir mjög góða og ítarlega yfirferði við þennan málefnasamning. Hún var skýr og greinagóð. Og í honum er mjög margt gott að finna og þakkavert að nýr meirihluti hafi ákveðið að taka upp hin ýmsu góðu mál frá flokkunum sem skipa minnihlutana og hafa þau með í för. Verkefni Karlar í skúrum sem Alestin sett á oddinn fær sitt pláss. Hjólaskýli í miðbænum erum við glöð með. Við erum ánægð með að sporna eigi við hinni gegndarlausu hækkun fasteignagjalda sem stunduð var hér á síðasta kjörtímabili, að spyrna eigi fótum þar við, áhersla á Listigarði sem heilsáfangastað, viðtal sem við bæjarfulltrúar er tekin upp aftur og nokkur önnur atriði. Þetta er ég og við í Samfylkingunni mjög glöð með. En í samningnum er að mínu mati eiginlega ekki að finna neina stefnumörkun og hver skal stefna kjörtímabilinu, hvernig sveitarfélag, bæ, borg, jafnvel, sjáum við fyrir okkur eftir 4 ár, eftir 8 ár,
eftir 10 ár. Það eru engir, eða að minnsta kosti mjög fáir mælikvarðar að finna í þessum samningi. Orðin stefnum að, stuðlum að, bætum, sínum, eflum, vinnum að. Þau eru mikið notuð. Og það verður held ég annarkvort mjög auðvelt eða mjög erfitt fyrir meirihlutann að benda á afrek sín að kjörtímabili loknu. Allt eftir því á hvernig það er litið. L-listinn setti það á oddinn fyrir síðustu kosningar að halda áfram að gera gott betra hér á Akureyri. Og sanna sagna virðist sú stefna hafa orðið ofan á ef einhverja stefnu má lesa út úr þessum málefnasamningi. En sú stefna gerir það að verkum, að mínu mati, að það er ekki horfst í augu við áskoranir sem bæði bærinn og sem sveitafélag og bæjarbúar standa frammi fyrir. Ásamt því að leggja ekki til neinar alvöru lausnir. Og hvað leyfir mér að spyrja, ætla meirihlutinn að gera? Ferðaþjónustan í bænum, mögulega sú grein atvinnulífsins hér sem stækkar hraðast, hún fær litla sem enga umfjöllun. Spérhræðsla gagnvart orðinu stefna þegar kemur að atvinnu og atvinnumálum í bænum er mér algjörlega óskiljanleg, sérstaklega með umræðuna hérna sem framfór hérna í apríl og fyrstu vikunni í maí sem við tókum flest þátt í. Hvað ætlum við að byggja upp mörg gagnaver í landlitlu sveitafélagi? Þetta eru spurningar sem bæjarbúar eru að spyrja sig að þessa dagana. Hvernig á að styðja við ungt fólk sem vil komast inn á húsnæðismarkaðin? Hvernig ætla meirihlutinn að styðja við fólk á leigumarkaði? Skýr og afgerandi svör við þessum spurningum er ekki að finna í þessu málefnasamningi. Leyfið ég mér að fullyrða. En ég ætla að láta staðan mig hérna varðandi þennan samning. Það er gott veður úti, það er 17. júní á morgun og ég ítreka, þetta er fínasti samningur og það er engum blöðum það að fletta. Hann er fullur af fögrum fyrirheitum og ég óska meirihlutanum allsins besta í sínum verkefnum sem framöndir eru. En svörum bæjarbúa varðandi fjöldamarga málaflokka sem heyra undir bæinn er ekki svarað í þessum málefnasamningi. Nú við í Samfylkingunni ætlum okkur að styðja margt í þessum samningi á þessu kjörtímabili. En sumt munum við setja okkur upp á móti. Spurningarnar sem þessi samstarfssamningur kallar á eru fleiri en svörin sem hann veitir. Ágæti forseti, ég ætla að lesa upp hér í lokin bókun fulltrúa S-lista í bæjarstjórnar og hún hefur verið færð á réttan stað til ritara. Bókunin er svohljóðandi. Eftir því er tekið og er fagnaðarefni að ýmis mál sem Samfylkingin setti á oddinn fyrir síðustu bæjarstjórnarkosningar, svo sem að sporna við gegndarlausri hækkun fasteignagjalda, hjólaskýl í miðbænum og áhersla á listigarðinn sem heilsársáfangastað, svo einhver dæmi séu tekin, rötuðu inn í málefnasamning meirihlutans. Á hinn bóginn er nauðsynlegt að benda á að samningin skorti skýra framtíðarsýn, stefnumörkun og mælanleg markmið til næstu ára. Samningurinn horfist ekki í augu við helstu áskorunni sveitafélagsins og veitir fá svör í mikilvægum málaflokkum. Svo sem uppbyggingu ferðaþjónustu atvinnumálum og stuðningi við ungt fólk og leigjendur og húsnæðismarkaði. Samfylkingin á Akureyri óskar nýjum meirihluta velfarnaðar í störfum sínum og mun styðja við góð mál en veita virt og málefnilegt aðhald þar sem ávantar. Þá hefur bæjarfulltrúi Sindri S. Kristjánsson lokið máli sínu. Orðið er laust ef einhver óskar. Já, og það er það bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég þakka bæjarfulltrúa Berglundi fyrir að fara yfir þennan samning. Það sem að kannski vekur athygli mína í þessum samninga þegar hún kom nú inn á það að hann sé settur fram með skýrum hætti svo hægt sé að krossa við hvað hefur verið gert eftir að það hafi verið gert. Þá er hérna rúmlega helmingur atriða í samningnum sem þegar hafa verið gerðir á síðasta kjörtímabili. Og þannig að það er auðvelt að krossa við þá strax ef fólk vil vinna svona. Mér finnst þetta mjög sérstakt að taka bara verkefni sem eru í vinnslu og eru jafnvel búið að vinna að setja inn í máleysarsamning. Mér finnst það ansi sérstakt. Til þess að við tökum bara fyrsta kaflan, þjónusta, atvinna og fjármál. Þar held ég að séu öll atriðin fyrir utan 1 eða 2 sem að eru í gangi og hafa alltaf verið í gangi hérna hjá Akureyrarbæ. Fyrsti punktur við setjum atvinnumál í öndvegi með skýrum og sýnilegum hætti. Það verður voðalega gaman að heyra hvað er þetta með skýrum og sýnilegum hætti. Ég hef ekki bara fengið neina skýringu á því. Þetta var slegið fram í kosningabaráttunni. Alltaf verið að tala um að setja atvinnumál í öndvegi. En við fáum aldrei að heyra hvernig á að gera það.
Það svona alveg á mörkunum að ég nenni að tellja þetta allt upp. Þetta sko á hverju blaðsíðu fleiri atriði sem eru hvort þið í gangi þarna, sem finnst bara gott, því að það vita allir að bærinn var rekið mjög vel á síðast ári, eða síðustu 4 ár, og allt í raun og veru í blóma, þannig að minnst ekkit skrítið á þessi gert, en það er svolítið sérstakt að ætla að fara að krossa við svo það sem að þessi bæjarstjórn hefur gert og hefur ekki komið nálægt. Eitt sem ég reksan stór augu í, stór eflum hagsmunagæslu. Þetta finnst mér afar sérstakt. Það búið að vera mikil hagsmunagæsla á síðasta kjörtímabili í bænum. Við höfum verið með fulltrúa hérna frá háskólanum, sjúkrahúsinu, flugvellunni, ég veit ekki hverja ekki hérna inni á fundum út af hinum og þessum málum og höfum beitt okkur óspart í þeim málum. Hvar á að stórefla þessa hagsmunagæslu, spyr ég? Sú sem að kannski fór fremst í flokki þessari hagsmunagæslu var fyrrverandi bæjarstjóri sem hafði alveg gríðaleg tök og bara tengsl í stjórnmálunum á Íslandi. Nú er búið að henda því fyrir báru. Hvernig ætlar fólk að fara stór efla hagsmunagæslu? Mér finnst þetta mjög sérstakt að setja svona fram og í ljósi þess líka að nú sitja 2 flokkar ennþá í bæjarstjórn sem voru á síðasta kjörtímabili og vita alveg hvaða vinna fór fram þarna. Hvernig geta þeir lagt nafn sitt við svona? Mér finnst þetta bara illa unnið, því miður. Þá hefur bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ásrún Ýr Gestsdóttir. Forseti bæjarstjórnar, ágætu bæjarfulltrúar, þökkum Berglindi fyrir bara góða yfirferð. Það er margt gott í þessum málefnasamning meirihlutans og ýmis mál sem við í Vinstri grænum getum alveg stutt, en það má alltaf gera betur. Fyrir kosningar var umræða sjókvíaeldi hávær hér í sveitarfélaginu. Enda mál sem við bæði íbúum Akureyrarbæjar og íbúum sveitarfélagana í kringum okkur frekar hugleikið. Það kemur ekkert fram í málefnasamningum afstaða meirihlutans gagnvart sjókvíaeldi í Eyjafirði, friðun Eyjafjarðar yfir höfuð. Það er svolítið skondið að eitt framboð í meirihluta sá sig knúin til þess í miðri kosningabaráttu að breyta afstöðu sinni vegna háværa radda hér í sveitarfélaginu úr því að vera fylgjandi eða alveg sama sjókvíaeldi að vera á móti. Það verður mjög gaman að sjá hvar meirihluti stendur í dag í þessu máli. Þar að auki er afskaplega lítið komið á náttúruvernd. Það er talað að gera upp á nýtt loftslags- og umhverfisstefnu Akureyrarbæjar og þá myndum við gjarnan vilja sjá að það fjármagn fylgi þar aðgerðum og eftirfylgni. Það er ekki nóg að vera með falleg orð á blaði í náttúruvernd og umhverfismálum. Þar að auki þá væri líka svolítið spennt að sjá hvað eru nýjar lausnir í almenningssamgöngum. Sem íbúi sem þarf alltaf að nota almenningssamgöngur til þess að komast í alla þjónustu, þá er þetta svolítið spennandi. Ég væri til að sjá hvort ég sé að fara að sjá innan bæjarflug eða er verið að tala strætó sem gengur allt sveitarfélagið, er verið að fara, hvað eru nýjar lausnir? Ég hef svo sem ekkert annað mikið að segja. Við í Vinstri grænum munum vera öflug rödd fyrir náttúruvernd og umhverfismálum og mér sýnist með að við þennan málefna samning ekki veita af. Takk. Þá hefur bæjarfulltrúi Ásrún Ýr Gestsdóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hanna Dóra Markúsdóttir. Forseti bæjarstjórnar, ágætu bæjarfulltrúar. Þeir sem ég þekkja vita að
velferð barna og ungmenna eru mitt hjartansmál. Þannig að ég las vel kaflan velferð barna, eðlilega, og mér líst bara mjög vel á þennan kafla, en ég verð að minnast á eitt atriði sem í þessum kafla og það þróun stoðþjónustu með farteymi sérfræðinga. Ég talaði fyrir því alla kosningabaráttuna að það þyrfti sérfræðinga inn í skólan og við þurfum alls konar sérfræðinga inn í skólan og allar skólastofnanir. Og þetta mál farið á stað hjá meirihlutanum og það búið að auglýsa eftir einstaklingum til að sitja í farteymi. Það talað sérfræðinga farteymi en auglýsingin hljóðar bara upp á einstaklinga með grunnmenntun. Það óskað eftir einstaklingum með BS-próf, BA-próf eða B.Ed-próf og það eru ekki sérfræðingarnir sem að minnsta kosti ég að tala inn í skólana. Sérfræðingarnir þurfa að vera komnir með frekar menntun og frekar reynslu til þess að nýta skólanum sem sérfræðingar. Ég væri til í að þetta yrði aðeins skoðað. Ég veit ekki hver staðan hvort einhverjir eru búnir að sækja í þetta farteymi. En ég myndi vilja að við myndum einbeita okkur að því að fá sérfræðingarna sem nýta skólan best. Auglýsa bara beint eftir sálfræðingi, atferlisfræðingi, talmeinafræðingi. Bara hvaða sérfræðinga viljum við fá inn í skólana? Hver þörfin? Ég veit að þörfin gríðarleg fyrir til dæmis sálfræðinga og þá myndi ég vilja að við auglýstum eftir slíkum einstaklingum sem störfuðu innan veggja skólans. Farteymi vissulega betra en ekkert og ég ætla ekki að slá á neina fingur með það. Það betra en ekkert en hitt betra. Ef við viljum gera þetta alla leið og við viljum fá inn í skólana þessa sérfræðinga, þá auglýsum við eftir þessum sérfræðingum beint. Þetta eru svona vinsamlega tilmæli. Takk. Og þá hefur bæjarfulltrúi Hanna Dóra Markúsdóttir lokið máli sínu, orðið laust. Já, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Berglind Ósk Guðmundsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég þakka kærlega minnihlutanum fyrir bara mjög góða ræður og brýningar og óska Hönnu Dóru til hamingju með jómfrúðræðinu sína. Hún var mjög góð og ég þakka ábendingunar, þær voru mjög góðar og við tökum þær til okkar. En ég vil byrja á því að þakka sérstaklega bæjarfulltrúa Sindra S. Kristjánsinni fyrir brýninguna en ég hvet hann svo eindregið til að hlusta upptökuna á þessum fundi þegar góður tími gefst, kannski með popp og kók og hlusta þess yfir ræðinu mína því að þar sennilega svara ég flestum af þeim spurningum sem hann hafði hér á þessum fundi. Þannig en ég ætla samt að fá að bregðast við nokkrum atriðum eins og varðandi bara húsnæðismálin. Þá húsnæðiskaflinn í málefnasamningum sennilega sá umfangsmesti og það bæði fjallað hagkvæmt húsnæði, fjölbreytt byggðamynstur, fjölgun lóða, endurskoðun byggingagjalda, styttingu biðlista eftir félagslegu húsnæði og eins og ég sagði þessi inn í ræðinu minni þá þessi verkefnalisti ekki tæmandi talning af því sem við ætlum að taka okkur fyrir hendur og bara hvet bæjarfulltrúa til að taka til máls og leggja fram mál á dagskrá og bara endilega halda okkur við efnið og koma með nýjar hugmyndir, það ekkert slæmt. Og svo aðeins varðandi spurninguna mælanleg markmið í samningnum og að skorta okkur á framtíðarsýn því verð ég bara að vera fyllilega ósammála. Það jú rétt að næsta skref auðvitað að setja okkur mælanleg markmið og það gerum við í starfsáætlun, það gerum við í fjárhagsáætlun og það bara vinna sem að fara af stað og fer alltaf af stað. Þannig að við erum bara spennt fyrir því verkefni og viljum halda reglulegri eftirfylgni líka þá í samfloti við markmið og verkefni samningsins. Það bara lykilatriði fyrir okkur til að vita hvar við stöndum eftir 4 ár. Málefnasamningurinn sem við erum að ræða hér í dag skýr yfirlýsing og skýr stefna sem við ætlum að fylgja. Í mínum huga þá stefna skýr. En jú, við ætlum að nota kjörtímabilið til þess að vinna auðvitað
að lengri framtíðar stefnu og sýn eins og ég nefndi með aðalskipulagi. Það er bara risastórt verkefni sem að við þurfum öll að leggja okkar á mörkum til þess að marka bara metnaðarfulla sýn hvernig við sjáum Akureyri eftir einhverja áratugi. Þannig að það er spennandi verkefni sem ég hlakka til að takast á við með ykkur öllum. Svo kom fram gagnrýni að við ætlum að setja atvinnumál í öndvegi með skýrum og sýnilegum hætti. Hvernig í ósköpunum væri það nú eiginlega hægt? Já, bara til dæmis með því að setja það skýrt fram á heimasíðunni. Bara það sé þar bara undir þjónusta við atvinnulíf. Þar séu helstu tengiliðir, hvar eru lausar lóðir. Bara þessi hlutir, þeir séu bara til staðar, svo atvinnulífi fái það bara með skýrum hætti, heyrðu, það er verið að hugsa okkur. Og þetta eru aðeins sem að við teljum skipta máli í okkar góða samfélagi. Mér finnst skrítið að gagnrýna það að við viljum stórefla eitthvað sem að þýðir ekki að það sé gagnrýni á það sem hefur verið gert. Markmiðin og verkefnin í samningnum í sjálfu sér ekki gagnrýni á eitthvað fyrirkomulag sem hefur verið áður, heldur bara sýnum hvert við viljum stefna. Þannig að það að við segjum að við viljum stórefla hagsmunagæslu er ekki gagnrýni eins og ég segi, þannig að það er mjög furðulegt að stilla sig svona upp. Þessi punktur kom til dæmis fram bara á fjölmörgum fundum með atvinnulífinu, að það þyrfti að stórefla hagsmunagæslu. Við höfum líka heyrt frá hagsmunaaðilum sem eru hérna í samskiptum við ríkið að við þurfum að láta meira í okkur heyra og það er það sem við eigum við. Raunverulega, meiri hlutin í bæjarstjórn ætlar að stórefla hagsmunagæslu og það er því skrítið að bæjarfulltrúi í bæjarstjórn ætli að setja sig á móti því markmiði. Já, þá hefur bæjarfulltrúi Berglind Ósk Guðmundsdóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að biðja Berglindi að horfa líka á hana fund þegar hún lýkur. Ég setti mig ekkert upp á móti að fara í hagsmunagæslu. Ég var að segja hún hefði verið til staðar. Hvernig á stór eflana var ég að spurja? Það kom ekkert svar við því, ekki neitt. En fyrst að ég var neyddur hérna upp áttur, ætla ég að fara í blaðsíðu 2 í þessu samning. Sko, mér finnst hérna margt athyglisvert. Endurskoðun fyrirkomulag á gjöldum á nýbyggingar. Hér sitja núna 3 flokkar í meirihluta. 2 þeirra töluðu mjög skýrt á síðasta kjörtímabili það hvernig þeir vilja hafa þessi gjöld. 3. vildi fara algjörlega aðra leið. Hvernig ætla að leysa það dæmi? Það væri bara gaman að fá svör þetta, því að þeir eru algjörlega öndverið með þar. Sko, hefja undirbúning fyrir slökkvistöð. Hvaða undirbúning? Við vitum lóðina, ætli að fara í það að byggja slökkvistöð. Í hverju felst undirbúningurinn meira en við vitum hvaða lóðin er? Hvað á að gera meira? Við vitum öll að það er ekki til fjármanni að fara að byggja slökkvistöð á þessu kjörtímabili. Ég held að viti það allir hér inni. Þannig að ég er bara að spá í hvaða undirbúningur er þetta meira heldur en að vita lóðina sem að til er ætlast fyrir slökkvistöðina. Byggjum ekki of þétt í nýjum hverfum. Hver á stefnubreytingin að verða þar nákvæmlega? L-listinn hefur farið með forystu í skipulagsmálunum hinga til. Hvernig ætla þeir að breyta þessu? Á að verða bara ein bygging á 2 lóðum eins og með hvað hefur verið áður eða hvað hefur verið að tala þarna? Þú veist, ef þetta á er einhver rosa stefnubreyting. Mér finnst líka svolítið skondið að sjá rata inn í svona samning hérna til dæmis stuðlum að því að komi verið að fót skólakór á grunnskólastíðinu. Það er bara hægt að ákveða þetta í meirihlutanum og fara með þetta inn í fræðslu og líð og gera þetta. Það þarf ekki að vera í málefnasamning. Hvað ætlum að fara langt niður til þess að vera með atriði til að vera með í málefnasamning? Þetta er algjört svona atriði sem að meirihluti bara vinnur. En gott og vel, þið ætlið að hérna telja upp alls konar hluti, litlar karmelur hér og þar sem að þið getið krossa við, sem er mjög auðvelt fyrir ykkur að gera. Því að það er ekkert mál að vinna svona hluti. Mér finnst svona þessi samningur svolítið
einhvern veginn líkt að því að öll stefnumál þessar 3 flokka voru einhvern sett í einn hatt og gervigreindin fengi til að leysa út úr þessu, telja upp allt þetta dótari. Því að þetta er einhvern veginn þannig í belg og byðu hérna. Þá hefur bæjarfulltrúi Hlynur Jónsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sindri S. Kristjánsson. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil langar að þakka bæjarstjórunum okkar fyrir að koma hérna upp og veita okkur smá einmitt endurgjöf á okkar svona hugmyndir og það sem við höfum svona fram að færa varandi málasamningin og við erum hérna sannlega mætt til að ræða hann. Ég hugsa að ég bara þakki bæjarstjóra gott boð að setjast niður og horfa á annan fund. Ég hugsa að ég hafni því, ég held að það sé ekki nauðsynlegt. Ég heyrði alveg hvað bæjarstjóri sagði í sinni ræðu og af þessum sökum þá langar mér líka bara aðeins að vísa til orða fórsta bæjarstjórna hérna frá því fyrsta bæjarstjórnafundinum okkar eftir kosningar að það verður svigrúm hérna á þessu kjörtímabili í þessari bæjarstjórn til að vera ósammála og ég, eins og ég gerði þá, ég bara endurtek, ég bara fagnaði þeirri svona stefnumörkun sem var lögð fram það að við getum skipst á skoðunum og lyft okkur yfir ósammála af því að öðru sé að mætti það ekki vera sko. Mér fannst bæjarstjóri líka svolítið koma inn á því kannski í svona svari sínu við því sem allavega ég hafði fram að færa og kannski dæmi ekki svör við ræðum annara en mér fannst það líka kannski svolítið svona staðfesta svolítið það sem við vorum og ég kannski var að benda á hérna upphafi. Það skortir svona meiri haldbærari mælikvarða einhverjar í sjálfan samningin og það þá bara kannski sennilega smekksatriði hvernig við viljum setja þetta fram því að bæjarstjóri staðfesti það að þessa ætlun greinilega að setja fram mælikvarðana og hvernig við svona mælum árangur í áætlun og gerð og öðrum skjölum og það bara gott og vel og bara þakka fyrir þau skýru svör, þau varpa það ákveðnu ljósi á og það svona þann vafa sem ég var að benda á sjálfur. En á endanum held ég líka að við séum hérna hluta til að tala um smekk, við erum að tala um smekk og bara svona hvernig okkur finnst rétt að setja hlutina fram og eins og ég segi, eins og ég ítreka bara hér eins og ég sagði áðan að þessi samningur hann er fínn og góðra gjalda verður en ég hefði bara prívat og persónulega vilja sjá hann afmarkaðari, betur settari og eins og ég kannski sagði í minni ræðu að mér ég hefði vilja sjá hann svolítið hvar við viljum vera til lengri tíma litið af því að hann svolítið litast af því að við erum að hugsa í kjörtímabilum sem við tölum samt á svona góðviðrisdögum annars að við ættum að leyfa okkur að hugsa lengra og hugsa stefnumörkum bæjarins en bara fram að næstu kosningum. Takk. Þá hefur bæjarfulltrúi Sindri S. Kristjánsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason. Forseti, það bæjarfulltrúar. Ég ætla að þakka fyrir góðar umræður. Ég ætla að fá að svara hér bæjarfulltrúa Hönnu sem að ég ber alveg óbjörlandi mikla virðingu fyrir sem fyrirhandi kennari minn sem ekkert rosalega stutt síðan þetta en ég ætla aðeins að fá að svara varandi fartami sérfræðinga í grunnskólum Akureyrar sem búið að vera að skoða núna síðan 4 ár búið að funda með skólastjórum og fleira og þetta helsta vandamáli sem ég var nú stjórnandi í grunnskóla líka var eiginlega bara að finna sálfræðinga. Þeir eru því miður ekki á flæðiskari staddir og það er eitthvað sem að bara við Íslendingar verðum að skoða í að sálfræðinga þjónusta fyrir börn bara, það vantar fólk í þessu störf og það var kannski hugmyndin varðandi að hafa svolítið opna umsóknar það er að segja hverju geti sótt þessu störf en það verið að leita í allskyns atferlisfræðinga og sálfræðinga að fá aðstoð og allt svoleiðis. Þannig að ég svona vona að þetta muni ganga vel en ég samt hjartanlega sammálaður með hina leiðina sem langbesta leiðin að við skulum koma öllu þessu fólki inn í skólan og það langbest fyrir bæði kennara og börnin. Og ég held að við munum bæði hvort sem í meiri hluta eða minni hluta hjálpast að reyna að búa til þá leið en ég held að þetta sé rétt hjá þetta byrjun og einhvers staðar þurftum við að byrja og ég fagna líka mikill umræðu Hlíðaskóla í þessari kosningabaráttu hjá öllum flokkum. Ég vil þakka einnig bæjarfulltrúa Sindra fyrir bara málefnalega og góða gagnrýni og einnig bæjarfulltrúa Hlyn og ég ætla að vera sammála forseta voru að hér verðum við ekkert alltaf sammála
Ásún nefndi það verður að vera mikið bæjarfulltrúi Ásúnar mikið aðhald og ég held að það sé bara bestu bæjarstjórnir hefur fáið mikið aðhald og ég sagði það oft þessum 4 árum að maður á ekki að taka gagnrýni illa í pólitík. Maður verður bara einfaldlega að soga hann að sér og ef hann sé rétt þá á maður að bæta sig. Þannig ég held bara að allt sem við komið fram í dag eru bara skipta skoðanir, er bara besta mál. Og ég þakka enn og aftur bæjarfulltrúa Hlín fyrir að nefna hvað gekk vel á síðustu kjörtímabili og ég ætla bara að taka undir það. Það var ótrúlega margt gott sem gerist hér og ég var stoltur af þeirri vinnu og jú, hann er kannski vísi að aðhaldi fjármálum og fleira sem að við lögðum okkur fram í og er ennþá í málefnasamningnum og ég held að sé svona atriði sem að er í málefnasamningnum sem eru bara atriði sem munu halda áfram næstu árin. Varandi framtíðarsýn á svona eitt einfalt atriði sem að ég ætla að hrósa bæjarstjórninni 2018 og búið til þessu umdýlda skýrsla uppbyggingu íþróttamannvirkja. Síðan er bara komið ljós að við klárum þessa skýrslu bara hér á næstu árum og þá hefur við farið að undirbúa framtíð sína að gera nýja. Það er í málefnasamningnum, þannig að það er örugglega verkefni upp á 12 til 16 ári, jafnvel meira. Þannig að það er held ég margt í þessu málefnasamning sem að við erum að hugsa langt í framtíðar. Annars bara þakka þér góða umræðu. Takk. Þá hefur bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason lokið máli sínu. Ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórninni og gefa mér orðið. Til máls tekur bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson. Já, forseti og ágættu bæjarfulltrúa, ég þakka fyrir góðar umræður hér. Bæjarfulltrúi Berglind Ósk og bæjarfulltrúi Heimir Örn hafa nú þegar svarað vel fyrstu og annarri umræðu. Ef ég kem nú kannski inn á sum þeirra atriða sem að bæjarfulltrúi Sindri kom inn á í mínum huga, eins og segir, nefnir réttilega bæjarfulltrúi Sindri, þá er þetta smekksatriði. Mér finnst það svona málefnasamningur, þetta er verkefnalisti, í mínum huga, það á hann að vera í svipuðum dúr eins og loforðalistinn, hann á að vera stuttur, á að vera nokkuð skýrt hvað á að gera og ég vona að þessi sé það, hann sé skýr. Þetta er auðvitað eins og ég segi, þetta er málefnasamningurinn okkar sem sitjum hér í meirihluta, þetta er verkefnalistin okkar. Hann er líka fyrir bæjarbúa, bæjarbúar eiga að geta séð hvað stendur í honum, eiga líka að geta séð hvað vantar í hann, rétt eins og þeir bæjarfulltrúar sem eru í minnihluta hafi komið upp og svona rýnt í eitt og annað að þá er þetta málasamningurinn líka fyrir ykkur gerður og settur upp svona og birtur til þess að þið geti rýnt í það sem vantar og þetta fylgst með stöðunni, vitið að hverju við vinnum og veit þá aðhald ef ykkur finnst við ekki standa við stóru orðin eins og sagt er. Og kannski ef ég kem inn á það sem bæjarfulltrúi Ásrún Ýr nefndi, varðandi svona ýmislegt sem henni fannst vanta í málefnasamningin eins og varðandi umhverfismálin. Það kann alveg að vera rétt. Það ratar ekki allt inn, en það þýðir þó ekki að það sé ekki tækifæri til þess að koma málum á dagskrá og jafnvel koma þeim í gegn. Því að við höfum þetta okkar fastanefndir, það sem við vinnum mál áfram. Þannig að það er ekkit útilokað. Þessi málefnasamningur útilokar ekki það þó hann sýni svona okkar forgangsröðun og þann verkefnalista sem við ætlum að vinna eftir og erum byrjuð að vinna eftir. Og það er nú þannig að eins og ég segi, og ef ég kannski svara þá bæjarfulltrúa Hlín Jóhannssyni sumu því sem hann kom inn á, hvort að þetta séu hvort að það séu lítilmál eða stórmál, samblanda hvoru, hvort þetta sé blanda af málefnum frá öllum flokkum, auðvitað er þetta það. Við viljum að bæjarbúar sjáu það að við séum að vinna á stórum og litlum málum. Auðvitað er þessi málefnasamningur eðlilega þá er þetta málamiðlun
við erum að koma með okkar mál, hver og einn flokkur og svo þegar við settumst niður og sömdum þennan málefnasamning þá rata sumt inn og annað ekki. En þetta málefnasamningur sem við erum mjög ánað með. En það gaman og gott og hollt fyrir okkur að heyra þessa rýni á málefnasamningin. Þannig ég þakka bara aftur fyrir það. Takk fyrir. Já, orðið laust og það bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er svolítið gaman að koma upp sem hluti af meiri hluta og nýjum flokki og taka þátt í umræðinni. Ég vil þakka fyrir góða umræðu. Ég get alveg og þakka og teka undir með fólki hérna og það voru að tala margt gott í þessu málefnasamningi því ef ég hefði þegar ég las stefnuskrá alla flokka þá gat ég eiginlega skamlaust kosið á alla. Það var nú bara þannig. Stefnuskránar voru að mörgu leyti mjög líkar. Við vorum að reyna að finna okkur einhverja sérstöðu og það var mjög erfitt. Jú, það kom alveg upp að það voru ákveðin aðilar innan Ellistans sem vildi ekki friða fjörðin. En ég held að enginn, hvorki Ellistanum og aðri vilja taka sjókvíareldi í Eyjafirði eins og sjókvíareldi stunda í dag. Og það þarf eitthvað rosalega mikið til. En það allavega ekki á dagskrá og ekki dagskrá í okkur heldur að knýja það áfram. En friðun á firðinum sjálfum, það var eitthvað stærra mál sem fórum og hugsaði eitthvað miskilningar á milli. Ef þú friðar fjörðin, þá ert að gera svolítið mikið. En ef þú friðar fyrir sjókvíareldi, það svolítið minna aðgerð, ég þekki það ekki. Nú, bæjarfulltrúi Hlynur, hann kom inn á ýmsir og þætti í málefnasamningum. Það má vel vera að þessi málefnasamningur sé of ítarlegur. Það getur vel verið að sumir finnist það. Þetta voru líka þættir sem við vorum að taka til sem við ætlum að einbeita okkur að sannarlega að vinna. Og fyrir mér þá finnst mér hann of ítarlegur. En gott og gilt, við erum bara tilbúin í þetta og ætlum að gera það áfram. Ég ekkert endilega sammála bæjarfulltrúa Hlynum það að slökkviliðsstöð muni ekki rísa á þessu kjörtímabili. Það kann ekki finna ykkur leið. Ég ekki endilega búin að sjá það. Það ýmislegt sem að fara að gerast, en það eitthvað sem bæjarráð og núverandi bæjarfulltrúi, ég bara varabæjarfulltrúi. En þegar maður tala að vinna að því, maður vita það þarf að teikna, það þarf að greina kostnaðaráætlun, kostnaðargreina þetta. Það ýmislegt sem það þarf að gera áður en fyrir að byggja. Og við erum að fara í aðalskipulag og þegar maður tala þegar við tölum að þétta ekki byggðina, meira heldur gert þá því það kannski hugsaðlega, vil ég minna þessi, ég verið að tala þessu verndun og þessum grænu svæðum sem eftir í bænum. Og taka það sem leiðarljós inn í þá aðalskipulagsvinnu sem framöndan er. Ég tek heilshugar undir Hlíðaskóla. Og við höfum öll talað þá, tölum við í kosningabaráttunni. Ég held að allir vilji það. Og stækka hann. En öðruleiti vil ég bara þakka fyrir umræðan og hlakka til að fylgjast með næstu 4 ári. Takk fyrir. Þá hefur bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson lokið máli sínu. Orðið laust. Og næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jónesdóttir. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, þakka bæjarfulltrúa Berglindi fyrir góða yfirferð á málefnasamningi og þeim bæjarfulltrúum sem hafa tekið þátt í umræðinni. Það nokkuð ljóst að það eru skiptar skoðanir hvernig við höfum unnið þennan meirihluta málefnasamning en sumum finnst það of ítarlegur en öðrum of almennt orðaður. Þannig að erfitt að gera öllum til geðs en
og mér finnst pínu verið að gera lítið úr því að við viljum vinna eftir sértækum aðgerðum, talað að meiri hlutin eigi bara að taka ákvörðun og gera hlutina. Þetta bara einmitt þannig sem að ég vil að við viljum ekki vinna. Við viljum vinna eftir skýrum verkefnalista en ekki handahófskennt. En bæjarfulltrúi Hlynur fór yfir fyrstu 2 kaflana og sagði að það væri búið að gera eiginlega allt þarna. Ég bara ekki alveg sammála því. Sumt erum við bara að vinna áfram, eitthvað sem við þurfum stöðugt að vinna að. En það ýmislegt í fyrsta kafla sem við erum ekki búin að vinna og bara sem dæmi vinna fjármálastefnu, jú þá var byrjað að vinna henni á síðasta kjörtímabili en svo vinna var ekki kláruð og við teljum bara mjög mikilvægt að klára þá vinnu þar sem við höfum þá skýran ramma og mælanleg markmið hvernig við ætlum að ná sjálfbærni í rekstri sem við náðum, 1 árið í A-hluta en ekki hinn, að hvernig við ætlum að ná því og setja okkur þá okkur markmið hvernig við ætlum að forgangsraða til að ná því. Við tölum að leggja okkar að mörkum í að ná niður verðbólgu og vöxtum. Ég ekki sammála því að það sé verkefni sem búið. Það eitthvað sem við þurfum klárlega að halda áfram að vinna að og ég hefði persónulega farið meira markvisst í á síðasta kjörtímabili. Síðan það kafli 2 sem snýr að skipulagsmálum. En hér sem sagt talaði bæjarfulltrúi Hlynur endurskoðun fyrirkomulag á gjöldum á nýbyggingar og talaði hvað fólki fannst í fyrri meirihluta. Ég var ekki inn í því samtali. Hér erum við nýr meirihluti, nýtt fólk og við höfum bara okkar skoðanir. Við höfum hafið samtal inn í skipulagsráði hvort við ætlum að fara í þá vegferð að fresta því hvenær við aðilar sem ætla að byggja borgi, byggingar og gatnagerðargjöld, hvort að það er að miða það við aðra dagsetningu bara sem dæmi. Og við höfum líka alveg eftir að taka þá umræðu og ég ætla að leiða bara þá umræðinu skipulagsráði með öllu ráðinu og vera dugleg að setja bara mál þar á dagskrá. Það sé ekki bara afgreiðslufundur, heldur séu að ræða pólitík og hvernig við viljum hafa hlutina saman. Og það til dæmis ætlum við að festast í útboðsleiðinni, viljum við gera það bara í þéttingareitum, viljum við fara aftur í að auglýsa bara lóðir með fast byggingaréttagjald. Þetta allt umræða sem við ætlum að taka hérna saman, en það segir hér endurskoða fyrirkomulag á gjöldum, bara taka bara eitt dæmi. Bæjarfulltrúi Sindri kom inn á hvernig við ætlum að koma til móts við ungt fólk og það mjög ég þakka bara fyrir þá spurningu og geta komið inn á það því að við tölum mikið það í kosningabaráttunni, sérstaklega kannski við í Framsókn og vorum þar með ákveðna leið sem við viljum skoða og það að skipulagsráð fara að rýna aðeins í skipulagi hjá okkur og hvort við séum einhverja lóðir sem við gætum mögulega boðið sem þróunarlóðir fyrir hagkvæmt húsnæði og auglýst eftir samstarfsaðilum í það verkefni eins og við höfum séð víðsvegar á Norðurlöndunum og líka hjá Reykjavíkurborg. En við höfum bara eftir að taka þá umræðu hvert við viljum fara með það. Það talað, bæjarfulltrúi Sindri talaði leiguhúsnæði. Það vissulega ekkert hérna sem tala beint inn í það. En það skortur á leiguhúsnæði og við þurfum þá líka bara að passa að hafa næga lóðir og það sé byggt nægilegt. En eins að áfram með stofnframlög inn í óhagnaðardrifin leigufélag eins og við höfum gert og mér telst til að það séu cirka 300 íbúðir í dag sem búið að leggja inn í stofnframlög inn í. Þannig að þetta bara virkilega spennandi tímar í húsnæðismálunum og ég hlakka persónulega til að vinna með skipulagsráði í því. Varðandi atvinnumálin, bæjarfulltrúi Sindri kom inn á þessi ekkert talað atvinnustefnu sem rétt og eins og við höfum rætt
í meirihlutanum að við viljum kannski frekar horfa á aðgerða áætlun. Við förum bara í aðgerða lista, eitthvað sem við getum bara konkrétt atriði sem getum farið beint inn í og hort á til dæmis til niðurstaða úr atvinnuþingunum okkar og stefnumörkunin sjálf verði meira unnin inn í nýju aðalskipulagi. En allt saman góðar umræður og ég hlakka bara til að eiga gott samstarf með ykkur öllum og mér langar bara að enda á að lesa upp bókun frá meirihlutanum. Bókun meirihlutans vegna kynningar á málefnasamningi 2026 til 2030. Málefnasamningur meirihluta Sjálfstæðisflokks, L-lista og Framsóknar markar skýra stefnu fyrir Akureybæ á kjörtímabilinu 2026 til 2030. Þar er lögð áhersla á ábyrga rekstur, öfluga grunnþjónustu, sterkara atvinnulíf, fjölbreytta húsnæðisuppbyggingu og raunhæfa forgangsröðun í verkefnum bæjarins. Samningurinn felur einnig í sér skýran vilja til að styrkja hagsmunagæslu Akureybæjar gagnvart ríkinu, meðal annars í heilbrigðisþjónustu, menntamálum, samgöngum og uppbyggingu innviða. Meirihlutinn mun á næstu árum vinna framgangi þessara áhersla með ábyrgð, festu og virku samtali við íbúa, starfsfólks bæjarins og aðra hagaðila. Takk fyrir mig. Þá hefur bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir lokið máli sínu, orðið er laust og það er bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson sem tekur næstur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á að þakka Berglindi bæjarstjóra fyrir þegar ég ferði á þessum málefnasamning. Þetta er bara mjög vel gert og mér langar til þess að nefna að ég er mjög gjarn á að vilja vinna eftir svona checklista, þannig að mér finnst mjög gott að sjá fullt atriðum og ég hefði gaman að því eins og einhver komst á orðið, það var eins og stefnumál allra flokka hefði verið sendið gervigreind og þarna kemur bara best of, þannig að ég var mjög ánægður að sjá þarna mál sem að við höfum lagt áherslu á Akureyjarlistanum og bara aðrir flokkar, þannig að ég held nú að það sé verið að reyna að höfða til okkar, að reyna kannski að vinna með okkur, þannig að ég lít jákvætt á það og ég kem til með að styðja öll góð mál. Ég svolítið eins og Hlynur, mér finnst vanta og Sindri kom inn á, bæði fulltrúar, mér finnst vanta svolítið skýrari stefnu í bæði atvinnu og húsnæðismálum. Þá eflaust þetta er að koma og þetta er bara uppafsreitur. Ég kem alveg til með að leggja mitt að mörkum ef að menn óska eftir, skilur, í þessum málum. Það er því að ég vil bænum mínu vel og hér vilja okkur fjölgi og ég vil að við stefnum að því að við séum að fjölga hérna í bænum, skapa fleiri tækifæri og þá gerist það ekki eins og við höfum verið að vinna síðasta árið að það er eina atvinnulóð. Annað er frátekið og í bið og það er í bið í marga mánuði og það er ekki fundað, það er ekki teknar ákvarðanir og þetta er dregið á langinn á meðan maður með fyrirtæki á öxlunum sem vil koma hingað með 35 manna fyrirtæki skilur og hefja starfsemi og maður getur ekki sagt nema heyrðu því miður við eigum enga lóð handa þér. Þetta finnst mér afskaplega sorglegt og ég er með fleiri svona dæmi. Og við þurfum svona alvarlega í skipulagsmálum, sérstaklega í atvinnulóðum að spýta vel í lófana því að atvinnuuppbygging á svæðinu er forsenda allrar velferðar á svæðinu. Og ég bara endurtek enn og aftur, ef við ætlum að gera eitthvað, ef við ætlum að byggja nýja slökkvistöð, þá þurfum að koma inn tekjur og við gerum það ekki nema við fjölgum þeim sem að vinna hérna, fjölgum fyrirtækjum, tökum vel á móti fyrirtækjum. Þannig að ég bara styði ykkur í því að móta hér einhverja atvinnustefnu og köllum það því nafni og bara verum stolt af því og keyrum áfram svolítið meiri framtíðarsýn. Mér er svolítið skrítið að standa hér, elstur bæjarfulltrúa og tala fyrir framtíðarsýn skilur sem er lengri en til 4 ára. Af hverju ætti mér ekki að vera drullu sama? Jú, vegna þess að ég elska Akureyri. Ég vil að hér sé allt mest og best. Og við eigum bara að vinna því saman að koma þessu áfram. Þannig að ég kem ekki til með að láta mitt eftir liggja. Takk fyrir. Þá hefur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Brynja Hlíf Þorsteinsdóttir.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil byrja að þakka fyrir góðar og málefnalegar umræður málefnasamningin. Það eðlilegt að samningur sem þessi sé ræddur og spurt sé áherslur og forgangsröðun og það sem kemur fram og það sem kemur svo ekki fram með beinum hætti. Bæjarfulltrúi Ásrún nefndi að náttúruvernd og umhverfismál hefði mátt vera með meira vægi. Ég tek undir að þau mál skipta miklu máli. Í samningnum eru engu að síður skýr atriði sem snúa að umferðaröryggi, svifryki, loftslagsmálum, göngu- og hjólaleiðum, verndun eldri byggðar og því að laga sveitafélagið að áhrifum loftslagsbreytinga. Það sé hann okkar verkefni að fylgja þessum atriðum eftir í fjárhagsáætlunum og framkvæmdum. En það er rétt að orðið náttúruvernd kemur ekki sérstaklega fram í málefnasamningnum og það er mjög góð ábending. Við berum ábyrgð á því að náttúruvernd sé hluti að ákvarðanatöku bæjarins, hvort sem það er í skipulagsmálum, uppbyggingu, útivistarsvæðum eða í meðferð lands og fjöru. Ég tek þessa ábendingu því alvarlega og tel mikilvægt að við höldum þessu sjónarmiði skýrt til haga þegar samningurinn verður útfærður í raunveruleg verkefni og ákvarðanir. Varðandi almenningssamgöngurnar þá er talað að skoða nýjar lausnir. Það þýðir að við þurfum að hafa opið á það hvernig þjónustan nýtist íbúum best. Akureyri er samfélagi í vexti og samgöngulausnir þurfa að þróast með bænum, hvort sem það snýra leiðakerfi, tíðni, aðgengi, tengingum á milli hverfa eða jafnvel nýtingu nýrra tækni. Ellistin hefur verið í meirihluta á síðustu árum og okkar lína í kosningunum var að gera gott betra eins og fram hefur komið. Mér finnst þessi málefnasamningur endurspegla það vel. Hér er ekki verið að hverfa frá því sem gengi hefur vel, heldur byggja ofan á þann grunn, bæta þjónustu, styrkja reksturinn og halda áfram uppbyggingu og setja skýrari áherslur á þau verkefni sem skipta íbúa máli á næstu árum. Að lokum vil ítreka þakkir fyrir umræðina. Það er mikilvægt að málefnasamningurinn sé ekki bara skjal sem kynnt og lagt til hliðar, heldur lifandi grunnur að vinnu meirihlutans. Okkar verkefni núna er að fylgja honum eftir af ábyrgð, festu og í samtali við íbúa. Takk fyrir. Þá hefur bæjarfulltrúi Brynja Hlíf Þorsteinsdóttir lokið máli sínu. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég gleymdi að svara einni spurningu hjá bæjarfulltrúa Ásrúnu og svo ætla ég aðeins að bregðast við máli bæjarfulltrúa Þórhalls. En ef við byrja á bæjarfulltrúa Ásrúnu og hún spurði aðra lausnir í almenningssamgöngum. Og ég skal bara viðurkenna að þetta er svona pínu áhugamál hjá mér persónulega. Ég sá erlendis að það er komið í ýmsum borgum svona rafmagns deilibílar sem er hluti af almenningssamgöngukerfi borga. Þar sem að það er bara unnið með app, bara nákvæmlega eins og leigubílarnir. Þú færð ekki þess að þjónustu upp að dyrum, en þetta eru pínu eins og stoppustöðvar, þar sem að er safnað í bíla og þetta er bara einhver pæling hjá mér, hvort þetta sé eitthvað sem við getum skoða, að við vitum að við erum bæði í vesenni með metani og hvort við getum yfir höfu starfrækt rafmagnsstrætóa hérna. Hvort að þetta gæti verið einhver lausn með og þá þjónusta eldri borgara líka betur. Þannig að þetta er kannski bara algjör útópía, ég veit það ekki, en mér langar að skoða þetta. Þannig en ég er sem sagt ekki að tala um að útrýma strætóum, það er alltaf strætór til að vera á álagstímum. En hérna, þetta er bara eitthvað sem mér langar að skoða og hérna fékk að fara inn í málefnasamninga. Því málefnasamningurinn er náttúrulega líka þannig að við öll setjum inn okkar óskalista og tölum okkur niður á hann að ég skil ekki alveg þessa umræðu gervigreindina og ég get bara lofa eitthvað líka því að bæjarfulltrúi Gunnar er mun betur í íslensku en gervigreindin en hérna og gerði gott í að setja saman þennan málefnasamning fyrir okkur. Orða hann. En hérna ég er svo sammála bæjarfulltrúi Þórhalli atvinnuhúsnæðismál, enda erum við mjög oft sammála þó að útfærslurnar sé stundum ólíkar en oft mjög sammála og við höfum bæði rætt það oft á síðasta kjörtímabili að við höfum allt til alls en okkur þarf bara að fjölga til að eiga fyrir þessu öllu saman. Og ég skil alveg að hérna
hún finnst vanta kannski einhver svona framtíðarsýn hvernig við ætlum að gera það. En ég vil að við viljum leggja sérstaklega áherslu á húsnæðis og atvinnumál og þetta tengist náttúrulega tvennt saman líka. Við höfum ekki alltaf verið sammála við bæjarfulltrúa Þórhallur hvar við viljum hafa atvinnulóðir og hvar við viljum byggja íbúðir. En það er bara gott og vel. Bæði erum við bara að hugsa hag bæjarins og hvernig við viljum stækka og gera það. Og við höfum eflaust eftir að taka góða umræðu það. En og bara sem dæmi líka því að bæjarfulltrúi Hlynur var óviss hvað við varum að meina með að leggja meiri áherslu á atvinnumál. Mér langar bara að nefna Disney sem dæmi. Það er ekki til heimasíða það verkefni Disney fyrir áhugasama fjárfesta. Þá eftir að taka saman hvaða innviðir eru til staðar og hér í kring til að selja þá hugmynd. Við þurfum að fara að taka pólitíska ákvörðun það hvort við ætlum að veðja á Disney eða ekki. Ef við ætlum ekki að veðja á Disney, þá velti ég fyrir mér hvort að við eigum bara að fara að skipuleggja atvinnulóðir út með Krossanesi og horfa á uppbyggingu íbúða á Eyrinni. Hvort að Eimskip og Norðlenska færi sig út í Krossanes og við gerum eitthvað sjúklega flott hafnar íbúðasvæði. Hver veit, við þurfum einmitt að fara að taka þessa umræðu, hvar við ætlum að hafa atvinnu, hvar við ætlum að byggja upp húsnæði og húsnæði fyrir okkur öll. En þetta er bara verkefni næstu 4 ára að vinna að þessu og ég held að við þurfum bara strax í haust að setja saman einhvern hóp og fara að skoða þessi atvinnumál að alvöru. Og við setjum líka á stað í haust vinnu við nýtt aðalskipulag sem við erum að fara að horfa til framtíðar. Takk fyrir. Þá hefur bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir lokið máli sínu, orðið er laust. Ef enginn kveður sér hljóðs, þá er umræðum lokið og málefnasamningurinn lagður svona fram til kynningar eins og kom áður fram.